sé rætt saman fyrirgefið. Þá tekur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir fyrst til máls undir öðrum dagskrárlið sem tillaga Samfylkingarinnar og Besta flokksins innleiðingu út fyrir boxið, stefnumarkandi skýrslu og skóla- og frístundaráðs. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, frú forseti, ágæta borgarstjórn. Það með mikilli gleði sem ég tala hér fyrir vinnu starfshóps sem hefur nú í rúmlega ár unnið að því að efla sjálfstraust stelpna, leita að leiðum til þess að efla sjálfstraust stelpna og vinna gegn hamlandi staðalmyndum í lífi barna og ungmenna á skapandi og árangursríkan hátt eins og segir í skýrslunni. Skýrslan hefur hlotið þetta nafn út fyrir boxið og ég ætla fyrst að fá að fjalla skýrsluna og tala svo fyrir tillögu Samfylkingarinnar og Besta flokksins. Þetta á sér nokkra forsögu sem að sjálfsögðu getið hér fremst í skýrslunni í inngangi hennar tilurð og tilgang hópsins. Og það má kannski fara allt aftur til stefnumótunar sem að fór af stað á einum fyrsta fundi skóla- og frístundaráðs á kjörtímabilinu þegar við settum á laggirnar starfshóp stráka og námsárangur sem að borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir leiddi og nokkrir hér inni sátu í. Þar var svona kafað ofan í ýmis kynjuð mál varðandi stelpur og stráka í borginni. Þar kom mjög sterkt fram að sjálfsmynd, sjálfstraust og líðan stelpna færi halloka og þróaðist í átt til verri vegar þegar að krakkar kæmust á unglingsaldurinn. Og það var í rauninni kjölfarið af því sem að þessi starfshópur fer á stað og ákveður að rýna sérstaklega þennan þátt. En í þessari skýrslu fjallað staðalmyndir og kynjakerfið frá öllum hliðum séð. Þar að finna fræðslu og skýringar á þessari líðan stelpna, af hverju hún eins og hún og að sjálfsögðu leitt að því líkum af hverju hún eins og hún og hvaða ráð borgin hefur til þess að bregðast við því. Við lögðum mjög mikið upp úr því að í þessari skýrslu eru praktísk ráð, hugmyndir og kveikjur fyrir starfsfólk í skóla- og frístundaráði, í skóla- og frístundastarfi segi ég og að sjálfsögðu skóla- og frístundasvið og ráð. Hvernig hægt að vinna að jafnréttisverkefnum? Því að námsefni mjög á skornum skammti á íslensku. Síðan fjallað tilraunaverkefni sem farið í 3 grunnskólum á miðstigi og í einni frístundamiðstöð og því svo öllu nánar lýst. Það skemmst frá því að segja að þetta tilraunaverkefni tókst afar vel, miðað við í rauninni hversu svona naumur tími var til stefnu, en það kom bersýnilega í ljós að með íhlutun að þá hægt að vinna gegn afturhaldssömum og íhaldssömum viðhorfum og það var merkjanlegur munur á börnunum, nemendunum á miðstigi í tilraunaskólunum og svo nemendum á miðstigi í samanburðarskólum að loknu þessu verkefni. Og þar fór háskólinn fremstur í flokki með fræðslu til kennara og frístundaráðgjafa sem svo jafnt og þétt, jöfnum höndum, unnuð að því að samþætta allt nám barnanna við ýmsar pælingar, hugmyndir og kveikjur sem tengjast jafnrétti og staðalmyndum. Ég þakka sjálfsögðu öllu fólkinu sem tók þátt í starfi hópsins. Það var nokkuð fjölmennur hópur, fulltrúar allra flokka áttu þar sæti, fulltrúar fagskrifstofunnar frá leikskólum, grunnskólum og frístund, fulltrúi foreldra sat í hópnum, fulltrúi háskólans og fulltrúi frá þjónustumiðstöð og svo var ritstjóri skýrslunnar Auður Magdís Auðadóttir sem verkefnastjóri jafnréttisskólans á skóla- og frístundasviði sem raunar tók ekki þátt í starfi hópsins frá upphafi því að hún kom til starfa þegar hópurinn var farin af stað. En setti þeim mun meira mark á vinnuna seinni hluta hans. Ég ætla aðeins að fá að tæpa á því sem við sjáum í mælingum og skólapúlsinum mörg ár aftur í tíman, hvað það sem gerist og þá við alltaf í öllum tilfellum að tala margtakan mun þegar að stelpur og strákar skríða inn á unglingsárin. Og þá höfum við tekið svona punktmælingu þegar börn eru 12 ára og fylgjum svo vel með því hvað gerist þegar þau eru komin í 8. bekk, 9. bekk og 10. bekk og það merkjanlegur og marktækur munur á því hvaða augum stelpur og strákar líta sig. Og þá sama hvort við séum að tala sjálfsálit, hvort talað sé að hafa stjórn á eigin lífi og þegar spurt hvort að sá sem svarar upplifir sig stundum vera einskis virði og þetta mjög vandaðir og góðir kvarðar sem við höfum notað lengi og þróað í samstarfi við skólapúlsinn og þróunin uggvænleg og nokk sláandi. Hlutverk hópsins voru margþætt. Það var
hið stærsta að greina helstu ástæður fyrir vanlíðan stelpna í skólum og leita leiða til þess að bregðast við því, að stuðla að fræðslu og upplýstri umræðu meðal fagfólks, að stuðla að upplýstri umræðu meðal foreldra og svo að greina áhrif staðalmyndakynjanna á stelpur og stráka og leita leiða til að draga úr neikvæðum áhrifum þeirra. Og borgin er auðvitað ekki hér að finna upp neitt hjól. Við höfum í mjög langan tíma stuðst við mikilvægar stoðir þegar kemur að þessum þáttum. Það eru auðvitað leiðarljós í okkar eigin starfi, það eru leiðarljós í forvarnastefnunni okkar nýju sem að kveður mjög sterkt að orði þegar kemur að kynbundnu ofbeldi og staðalmyndum og líkamsstyrkun og öllu því. Nú við eigum líka hér mannréttindastefnu, nokkur róttæka sem var samþykkt árið 2006 og tekur í rauninni mjög vel utan þennan þátt. Við byggjum á jafnréttislögum í þessu landi sem kveða einnig á að þessi fræðsla eigi að vera til staðar í skólum og öllu uppeldisstarfi með börnum. Við eigum okkar líka aðalnámskrár þar sem að einn grunnþáttur menntunar er jafnrétti sem á að vera samofið öllu skólastarfi og síðan horfum við líka til barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og af því að við ræðum nú oft hér einelti og áhyggjur okkur að einelti að þá er mjög merkileg staðreynd að samkvæmt niðurstöðum sem að UNICEF var að birta ekki alls fyrir löngu þá á allt vel flest, ég ætla ekki að segja allt, það á vel flest einelti sé rætur í einhvers konar kynjuðum orsökum. Það er einhvers konar út fyrir staðalboxið sem börn stíga sem að þau verða fyrir einelti, krakkar sem að eru hinsegin verða meira fyrir einelti og svona mætti lengi telja. Þannig að ræturnar liggja þarna ansi djúpt. Og verkefni hópsins voru ekki lítill og ekki að verri endanum. Það var að vinna þessu þróunarverkefni sem við fórum að stað með í 3 grunnskólum og 1 frístundamiðstöð og lofaði mjög góðu að vinnubrögð þessu tagi skili beinlínis árangri og það hratt og vel. Nú við rýndum líka hvort að felist mismunun í greiningu og úrræðum við stráka og stelpur og það var svona í rauninni rökréttu framhaldi af strákahópnum svokallaða. Og svo að vekja athygli á málefninu með ýmsum leiðum, til að mynda var málstofa hér í þessum sal á skóla- og frístundamessunni sem var mjög vel sótt. Þar var líka bás sem fjallaði viðfangsefni starfshópsins og jafnrétti í víðum skilningi og síðan er á morgun stórt málþing í Laugalækjarskóla sem ég hvet alla hér inni til að koma á, þar sem einn aðalfyrirlesaranna er aktivisti fræða og listakona frá Bandaríkjunum sem hefur sérstaklega helgað sitt starf því að brjóta niður staðalmyndir og svona búa til umhverfi með börnum og unglingum, sérstaklega stelpum, til að efla þeirra sjálfstraust og hvetja þær til þess að fara út fyrir boxið. Þegar við tölum kynjakerfi og staðalmyndir þá er þetta mjög margt þar undir og ég ætla sannarlega ekki að tæpa á því öllu hér, en svona samandregið þá eru það staðalmyndir útlit sem eru mjög hamlandi í lífi barna og ungmenna í dag. Það er aukin íhaldssemi sem við greinum í niðurstöðum rannsókna. Ungmenni í dag eru íhaldssamari en þau voru fyrir áratug síðan. Gott fólk og það er auðvitað með ólíkindum. Það er ólíkt virði kvenleika og karlmennsku og þetta er fjallað í skýrslunni mjög nákvæmlega. Það er að sjálfsögðu umfjöllun klám og klámvæðingu og hina tvöföldu jaðarsetningu sem að hinsegin stelpur og fatlaðar stelpur gjarnan verða fyrir. Og þetta eigum við í íslenskum rannsóknum frekar nýlegum. Við fengum mjög marga gesti til okkar í starfshópinn sem að höfðu þekkingu og reynslu mjög víða að. Þeir voru allir sammála að staðalmyndirnar, útlitsstyrkunin og klámvæðingin væru stærstu áhrifavaldarnir þegar kemur að þessari neikvæðu þróun á líðan stelpna á unglingsaldri. Það er staðreynd að 40% stelpna í 10. bekk sem eru í eðlilegri þyngd eru að íhuga megrun eða eru í megrun. Það er líka staðreynd að strákar, sama hver þyngd þeirra eru mun sáttari við líkama sinn en stelpur. Það er líka staðreynd að slæm líkamssjálfsmynd getur leitt til alvarlegra geðsjúkdóma og það er líka staðreynd að stelpur eru líklegri til að finna fyrir utanaðkomandi þrýstingi. Önnur staðreynd er sú sem ég hefði þegar tæpt á, sem að ungmenni í dag eru íhaldssamari en á 10. áratugnum. Og það er líka staðreynd að 40% stráka, 16 til 19 ára, telja að í sambúð karls og konu eigi karlinn að ráða meiru. 40% stráka telja þetta vera málið. Og það er líka staðreynd að það er meira töff að vera strákastelpa heldur en að vera stelpustrákur.
Í kaflanum klám og klámvæðingu mjög mikið af gagnlegum upplýsingum sem að við finnum mjög að starfsfólki í skóla- og frístundastarfi það vill vita meira þennan heim. Við vitum að meðalaldur fyrsta klám áhorfs hérlendis 11 ár og við vitum að nær 90% klámefnis sýnir kynferðislegt ofbeldi eða nauðganir. Afleiðingar klámvæðingar, þetta hefur auðvitað lengi verið rannsakað og þetta þekkjum við. Það minna sjálfstraust, það að skammast sín fyrir líkama sinn, það óvarið kynlíf, átraskanir og þunglyndi. Þegar kemur að strákum þá virðist þeim oft erfitt að fá kynferðislega örvun án klámsins, erfitt að finna ásættanlegan maka vegna þess að útlitskröfurnar eru svo skakkar og það erfitt að njóta nándar við aðra mannesku og tengjast á annan en kynferðislegan máta. Þannig að strákar ekki síður en stelpur eru mjög útsettir fyrir þessu kynjakerfi og græða síst á því. Nú stelpur á jaðrinum, afar sláandi niðurstöður sem hafa komið fram í íslensku rannsóknum, að 40% hinsegin stelpna í 10. bekk hafa reynt sjálfsvíg, það sama á við 18% stráka og fatlaðar stelpur eru mun líklegri til að vera með lélega sjálfsmynd og verða fyrir ofbeldi heldur en fatlaðir strákar og ófatlaðar stúlkur. Þetta var nú svona fræðslukaflinn sem við leggjum mjög mikið upp úr í þessari skýrslu og það ekkert úr lausu lofti gripið, það einfaldlega þau ráð sem að okkar góðu meðlimir í starfshópnum sem komu svo víða að og hafa verið starfandi á feltinu eða eru starfandi á feltinu og eins það sem að skólastjóri Jafnréttisskólans eða verkefnastjóri Jafnréttisskólans hefur greint mjög sterkt í sínum heimsóknum á starfsdaga og á fræðslufundum og öðru því sem hún stendur fyrir. Hún búin að heimsækja nærri 500 starfsmenn skóla- og frístundasviðs á sínum stutta starfstíma og það að fólki skortir svo fræðslu og því skortir svo leiðir, einfaldar, snjallar, leiðir sem hægt að nota strax í starfinu sem að kveikja þessa umræðu. Því að auðvitað allt sem hann heldur óáþreifanlegt. En það svo mikilvægt að hefja umræðuna og finna eitthvað í daglegu starfi sem þetta að tengja beint inn í umræðu sem að krakkar og unglingar hafa áhuga á og eftir þessu mjög kallað. Þannig að í skýrslunni eru 20 hugmyndir og kveikjur sem ég ætla ekki að lesa upp hér en tæpa stuttlega á bara til þess að taka dæmi. Það til dæmis hægt að nota bíómyndir mjög farsælega til þess að hefja þessa umræðu með börnum og unglingum og við teljum upp nokkrar góðar bíómyndir í skýrslunni. Við getum til dæmis skoða styttur bæjarins. Við vitum að það eru að megninu til af körlum og gerðar af körlum þó svo á því sé að verða jákvæð breyting allra síðustu ár. En þá til dæmis hægt að nota tækifærið og ræða við börn og unglinga af hverju stytturnar eru nær eingöngu af körlum og hvað voru margar konur í þessum kafla í sögubókinni, oftast eru þær mun færri. En hvað voru konurnar að gera á þessum tíma og það eitthvað minna merkilegt heldur en það sem karlmenn voru að gera? Og hver það sem ákveður hvað merkilegt? Því auðvitað breytum við ekki sögunni, en eitthvað voru konurnar að gera og þetta hafa kennararnir í tilraunaverkefninu reynt og reyndu og sögðu að það hefði gefið afar góða raun. Síðan leggjum við til ýmislegt eins og til dæmis að nemendum í starfs- og námsfræðslu verði gert á unglingastigi að kynna sér að minnsta kosti einn vinnustað þar sem að meiri hluti starfsmanna af öðru kyni en þeir sjálfir. Afar snjöll leið til þess að brjóta upp staðalmyndir og hefja umræðuna. Síðan eru auðvitað mýmörg tækifæri við innleiðingu aðalnámskrár þar sem að jafnrétti einn grunnþáttana til þess að vinna að þessu. En þá, forseti, ætlaði ég að fá að tæpa hér á tillögu þeirri sem liggur fyrir fundinum sem frá Samfylkingunni og Besta flokknum og ég vona að hljóti hér álíka góðar móttökur og tillaga frá sem að Einar Örn Benediktsson flutti hér áðan og það fé næstu 2 vetra, skólaárin 2014-15 og svo 2015-16, 2 milljónir hvorn vetur til þess að styðja við innleiðingu á þessu jafnréttisstarfi. Hér eigum við auðvitað mjög góð leiðarljós sem varða veginn til framtíðar og það vel enda stofnun Jafnréttisskólans til þess að gera mjög nýtilkominn og lífaldur hans ekki langur og því finnst okkur mikilvægt sem sitjum í þessum hópi og hér hefur til dæmis Eva Einarsdóttir sem situr í salnum verið með okkur ásamt Sóleyju Tómasdóttur sem hér einnig
og við vorum öll sammála það í starfshópnum að það væri mikilvægt að leggja hér góðan grunn sem getur varðað veginn til framtíðar. Hér vorum við líka mjög meðvituð það að vera ekki að setja fram endilega stefnu sem allir verða að innleiða með einhverjum fyrirfram gefnum og mótuðum hugmyndum hvernig innleiðingin ætti að fara fram. Heldur fannst okkur mikilvægt að leggja höfuðáherslu á hugmyndir og kveikjur og að þarna væru hagnýt ráð sem hver og einn gæti gert að sínu. Það mjög mikilvægt í öllu starfi með jafnréttis- og kynjafræðslu. En hins vegar þá hefur það beinlínis komið okkur á óvart í starfshópnum, ekki það maður hafði kannski léttan grun það, en það hefur komið okkur á óvart hvað lítið til af námsefni. Og þetta mjög mikið í rauninni eitthvað sem heimagert og heimasmíðað á hverjum stað og það auðvitað mjög vel. En við vitum að það þarf óskaplega mikinn áhuga og mikla elju og mikla svona innri hvöt til þess að fara að stað í slíkt frumkvöðlaverkefni að útbúa námsefni og hugmyndir. Þannig að við teljum afar brýnt til þess að þessi góða vinna haldi áfram sínum dampi næstu árin að það komi til sérstakt fé til þess til dæmis að búa til námsefni, að setja á laggirnar heimasíðu með hugmyndabanka að þýða námsefni sem hefur verið skoðað mjög vel af Jafnréttisstofu og öðrum til þess bærum aðilum og þykir mjög gott og námsefni þróað af þessari konu frá Bandaríkjunum sem kemur hér og heldur erindi á málþingi á morgun. Og síðan finnst okkur mjög mikilvægt að fara af stað með sérstakt þróunarverkefni í samstarfi frístundamiðstöðvar að ná til unglingsstúlkna og í rauninni stelpna á öllum aldri sem í áhættu fyrir kvíða og vanlíðan. Og ég fer ekki sérstaklega yfir það hér en það talað áhrifaríkar aðferðir sem eru svona búnar að vera í vinnslu núna í vetur og þarf mikinn stuðning við til þess að breiðist í rauninni enn frekar út því þetta dálítið viðkvæmur hópur. Og við teljum að þetta fé geti nýst afar vel til hugmyndabankans og heimasíðuvinnunar, þýðingar á námsefni sem við getum svo nota næsta áratuginn eða svo og auðvitað heimasíðuna líka og svo sérstakt þróunarverkefni í frístund til þess að koma til móts við stelpur sem eru í mikilli áhættu með vanlíðan og kvíða. Og í greinargerðinni þessu fylgt ágætlega úr hlaði og ég vona að borgarstjórn geti sammælst þessa tillögu og mér þætti vænt það. En ég ætla eins og Einar Örn, borgarfulltrúi Benediktsson, að fá að vera hér með nokkur lokaorð þar sem að þetta nú minn síðasti fundur. Og ég verð nú bara að segja að mín 8 ár í borgarstjórn þau hafa verið eins og ævintýri líkust, en það auðvitað svoleiðis eins og í öllum öðrum ævintýrum að þá hafa orðið á vegi mínum alls konar verur og fyrirbæri, stór og smá, hugsuðir og framkvæmda fólk og landslagið hefur oft verið stórbrotið en stærstu sigrarnir eru nú samt alltaf unnir í því smáa, því sem ekki ratar í fjölmiðla og vekur ekki endilega almenna athygli. Og eins og við vitum sem sitjum hér í þessum sal að þá eins og í öðrum ævintýrum lagðar fyrir borgarfulltrúa ýmsar þrautir til að leysa. Sumar eru ansi strembnar en aðrar leikandi en þegar ég lít tilbaka þá hefur verið mjög gefandi að takast á við þær allar, hverja á eina, með mínum góðu félögum í skóla- og frístundaráði og með því frábæra starfsfólki sem vinnur á skóla- og frístundasviði. Mér langar að fá að þakka sérstaklega félögum mínum Evu Einarsdóttur og Þorbergu Helgu Vigfúsdóttur sem báðar að hverfa úr borgarstjórn Reykjavíkur af því að þar hef ég setið með þeim lengst og það alltaf í fagráðunum sem að svona þessi djúpa faglega umræða þar sem við vinnum saman í starfshópum og komum svo oft saman og komum okkur svo oft saman hluti sem að oft á sér ekki endilega stað í þessum sal. Þorberg Helga afar metnaðarfull en jafnframt afar óþreyjufull baráttukona fyrir betri skólum. Hún var ekki alltaf sammála okkur í meirihlutanum leiðirnar en markmiðin eru nokk þau sömu. Eva hins vegar íhugul og næm baráttukona með bakgrunn sem gerir sjónarhorn hennar mjög eftirsóknarvert við stefnumótun skóla- og frístundamála. Mig langar líka að þakka borgarstjóranum okkar, baráttumanni fyrir mannréttindum, mannúð og meiri gleði í stjórnmálum og þeim veitti svo sannarlega ekkert af þeirri gleði og ég vona að næsta borgarstjórn haldi fast í húmorinn og starfsgleðina sem hefur einkennt þessa borgarstjórn. Svo vil ég auðvitað þakka samstarfið Karli Sigurðssyni og Páli Hjaltasyni og Einari Erni og öðrum góðum sem ég hef unnið með hér í borgarstjórn.
Mig langar samt að færa bestu og mestu þakkirnar börnum og unglingum í Reykjavík. Þau hafa veitt mér óendanlegan innblástur á hverjum tíma með sköpunarkrafti sínum og jákvæðu orku, framförum og afrekum, leik, gleði og víðsýni, gæsku og opnum huga. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir loki máli sínu og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil fá að byrja á að þakka þessa skýrslu og þessa vinnu sem að Oddný Sturludóttir borgarfulltrúar hefur leitt yfir talsvert skeið. Það búið að vera mikil vinna og ég hef heyrt svona af henni utan að mér og mikið af upplýsingum í þessari ágætu skýrslu sem nú liggur fyrir. Það svo sem alveg við hæfi að ræða þetta í dag því að upp af þessa kjörtímabils hófst á umræðu drengi í skólum og við áttum þar samleið mörg okkar og við byrjuðum á samstarfsverkefni í þessari borgarstjórn að vinna saman og það var gerð ágætistilraun til þess og margt gekk en annað gekk ekki. Þannig að það áhugavert að rifja þau upp samhliða þessari lokatillögu hér, Oddnýjar Sturludóttur borgarfulltrúa. Þetta mjög mikilvægt mál og þarft og enda var þetta fyrsta tillagan í svokallari strákaskýrslu sem að stakk kannski suma en í okkar vinnu þar þá stakk okkur hvað oft kom upp hvað stelpum leið illa í skólanum og hvað það voru kvíðnar. Og okkur fannst vera algjörlega mikilvægt að fara í þessa vinnu sem nú liggur fyrir. Tillagan leggur til ágætistillögur sem að kosta einhvern pening og það kannski það sem stingur aðeins í stúf hér og trufla mig pínlítið við að segja einlæglega frá að hér verið að samþykkja peninga í verkefni í tillögurnar sem að tengjast konum og stúlkum í skólum en það var aldrei gert fyrir strákaskýrsluna nema í þessu tilfelli að þessi hópur fór af stað. Það smá svona súrt að sitja hér og standa og vita til þess að fæstar tillögur strákana hafa fengið framgöngu, það hefur ekki verið settur peningur í þá vinnu og ekki síður það að hafa verið hérna ítrekkað að tala þetta í borgarstjórn og ýta við málinu varðandi ýmsar tillögur sem tengjast ekki bara strákum heldur lestri og lestrarvandamálum en þeim hefur bara ítrekkað verið vísað í borgarráð eða í skólafrístundaráðs til nánari skoðunar og daga þar uppi. Og það svona, þú veist, það pínu þungbært að segja það hér að það skiptir máli hvar á pólitíska rófunum maður situr þegar að hlutir eru samþykktir og við svona í minnihlutanum sjáum það hér í dag að hér á að setja pening í þetta en í 4 ár hefur ekki verið sett fé í hina svokallaða strákaskýrslu sem að við ætluðum öll að vinna að. Þannig að við leggjum til eins og meirihlutinn hefur alltaf lagt til við okkur að vísa þessari fínu tillögu og ánægjulegri inn í skólafrístundaráðs til skólafrístundaráðs þar sem þetta verður ekki fengið kynningu ennþá og til umfjöllunar þar og nánari útfærslu. Borgarfulltrúi Þorbjörg Helga loki máli sínu og þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næsta mælendaskrá. Kæri forseti, kæra borgarstjórn og kæru borgarar. Hér liggur fyrir frábær skýrsla og tillögur sem ég fagna mjög. Það hefur verið lærdómsríkt að fá að sitja í þessum hópi líðan stúlkna eins og að fá að sitja í flestum þeim starfshópum sem ég fengið að lána að sitja í. Þar lærir maður mjög mikið bæði af þeim fagaðilum sem koma að og veita okkur faglega tilsögn og innsýn og svo samtalið í hópnum mjög lærdómsríkt. Út fyrir boxið skýrsla starfshópsins viðamikil skýrsla sem ég tel greinagóða og fannst með formaður hópsins borgarfulltrúin Oddný Sturludóttir fara vel yfir efniviðinn eins og henni einnig lagið. Eins og hefur verið komið inn á hér þá var tilurð hópsins
tengd starfshópi læsi drengja. Áður en ég held áfram þá finnst mér þó mikilvægt að nefna það að þótt að svona sértæk vinna fari fram, að þá það auðvitað að ég held vilji allra sem hér sitja inni að allir drengir og stúlkur nái góðu valdi á lestri, því það forsenda að svo mörgu og að lífsgæðum, og svo auðvitað að öllum börnum líði vel og kvíði ekki morgundeginum og framtíð. Ég ætla ekki að fara sérstaklega ofan í sauminn á skýrslunni og efnistökum, fannst Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi gera það afar vel. Mig langar frekar að ræða það að mikilvægi þess að allir séu meðvitaður niðurstöður skýrslunnar og svo að tillögurnar sé ekki bara verkefni SFS, skóla- og frístundasviðs. Þetta eru verkefni sem við þurfum öll að taka ábyrgð á, sem pólitíkusar, sem embættismenn, sem foreldrar, sem starfsfólk og ég geti lengi talið. Það þurfa allir að gangi í takt. Við þurfum að nota verkfæri eins og forvarnastefnuna og mannréttindastefnu borgarinnar til að styðja við betri og réttsýnni borg. Við þurfum að leyfa jafnréttisskólanum, sem hefur verið nefndur hér og frábært verkefni eða frábær deild innan skóla- og frístundaráðs. Við þurfum að leyfa jafnréttisskólanum að vaxa og dafna til að fylgja eftir þessari vinnu og auðvitað með hjálp margra. Og það gerum við meðal annars með því að samþykkja tillögurnar sem liggja fyrir í dag. Þeir kennarar, frístundaleiðbeinendur og annað starfsfólk sem starfa með börnum í dag, og ég hef hitt undanfarna mánuði, hafa fagnað því mjög að fá meiri stuðning og aðstoð við að vinna gegn staðalímyndum, klámvæðingu, kynbundnu ofbeldi og að auka jafnrétti. Því að þetta hefur eitthvað sem hefur kannski ekki, eða mætti vera meira í umræðinni, og eins og komið hefur verið inn á hérna áður, að þá ekki mikið efni að sækja í. Og þess vegna til dæmis fagna ég mjög hugmyndabanka sem talað í tillögunni, en sem sagt kennararnir tala mjög mikið það og frístundaráðgjafar að það kemur einhver og heldur fyrirlestur í 2 tíma, en síðan vitið ekki alveg hvernig á að framfylgja boðskapnum. Og þess vegna þarf praktísk verkefni sem við getum fylgt og notað á hverjum einasta degi og hvar sem við vinnum í skólanum eða í leikskólanum eða í frístundaheimilinu. Við þurfum öll að gangi í takt eins og ég sagði hér áðan. Í skýrslunni komið inn á staðalmyndir eins og hér hefur komið fram. Þar stendur með leyfi forseta: staðalmyndir eru þær hugmyndir sem við gefum okkur að gildi einstaklinga sem tilheyra ákveðnum hópi. Þær eru oftast einfaldar, útbreiddar og yfirleitt neikvæðar. Þær staðalmyndir sem eru ríkjandi í samfélaginu hverju sinni geta haft neikvæð áhrif á þroska og líðan einstaklinga sem tilheyra þeim hópum sem fólk telur sig hafa fyrirframgefnar hugmyndir Ég skal bara viðurkenna að ég hef alveg gert sek það og held að allir geri það einhvern tímann. Ég held að ég hafi alveg hugsað stundum, já, hann í þessum flokki, þá hlýtur hann að vera svona og svo framvegis. Þannig að við þurfum öll að hugsa okkar gang og þetta skiptir máli þegar kemur á stúlkunum okkar að þær fari út með heilbrigt veganesti og þess vegna þurfum við að vera fræða endalaust og boða umburðarlyndi. Sem frístundafræðingur, eins og áður hefur komið fram hérna í þessum sal, þá vil ég leggja áherslu á mikilvægi frístundastarfs við að vinna gegn staðalmyndum og bæta líðan stúlkna. Langar að segja fyrir því rétt að á hvatningaverðlaunum skóla- og frístundaráðs sem voru veitt nýlega, þá var eitt verkefni til dæmis sem tengist umræðinu hér í dag. Það var verkefni unnið á einu frístundaheimila borgarinnar. Þar hafði starfsfólk búið til sérstakann hóp með stúlkum í öðrum bekk sem allar áttu það sameiginlegt að vera meðal annars haldna miklum kvíða. Já, þið heyrðuð rétt, ég sagði stúlkur í öðrum bekk, af því oft tengjum við að við þurfum að fræða börnin okkar þegar þau eru orðnir unglingar, að þegar vandamálið komið þá, en síður en svo, það margt sem sýnir okkur bæði þessa niðurstöður, skólapúls og annað sem kemur fram í skýrslunni. Við þurfum að byrja að fræða snemma, við þurfum að byrja á leikskólanum okkar og eins og ég segi aftur og mun aldrei verða leið á að við þurfum öll að gera þetta í takt. Þetta ekki bara starfsfólk skólan og svoleiðis, við þurfum öll í samfélaginu að leggja okkar hönd á plóg. En ég ætla ekki meiri að koma inn á þessa skýrslu. Ég hvet alla sem ekki hafa kynnt sér hana út fyrir boxi. Þetta mjög veigamikil og fróðleg skýrsla og líka kannski í ljósi þess að við erum ekki með nógu mikið efni í dag að sækja í. Þess vegna hún sérstaklega fræðandi og var mjög fræðandi fyrir mig að fá að taka þátt í. Og að því sögðu þá hef ég fengið að taka þátt í þessu verkefni sem hefur verið leitt af dyggri stjórn borgarfulltrúans Oddný Sturludóttur, vinkonu minnar og frábærsformanns sem hefur veitt mér mikla leiðsögn síðustu 4 árin þegar kemur á skóla- og frístundastarfi.
Hennar áhugi og eldmóður eru mér veganesti og ég veit að hvað sem hún tekur sér fyrir hendur þá eru þeir heppnir sem fá að njóta þess að vera með henni. Og nú kemur að loka orðum mínum hér í borgarstjórn, allavega í bili. Ég vil þakka kærlega fyrir þann heiður að fengið að fá að vera í þjónustu fyrir borgarbúa þetta kjörtímabil sem nú er að enda. Þetta hafa verið ótrúlega lærdómsrík ár og fjölbreytt ár. Ég væri að ljúga ef ég viðurkenndi ekki að sumt hefur tekið mjög á. En að sama skapi fær maður að upplifa svo margt skemmtilegt, gleðilegt, sjá verkefni verða veruleika, sjá breytingar verða til góðs, kynnast öllu þessu fólki, bæði ungu sem öldnu, sem komið hefur inn í lífið mitt, að kynnast ótrúlega mörgum flottum embættismönnum og starfsfólki borgarinnar sem suma hverja geti stolt kalla vini mín í dag. Ég hef kynnst fólki úr öðrum flokkum sem mörgum hef ég átt gott samstarf með. Að fá að vinna svo náið með félögum mínum í Samfylkingunni sem ég er stolt að eiga sem vini í dag og svo að lokum að fá að hefja þetta ferðalag og ævintýri sem besti flokkurinn lagði upp í fyrir 4 árum. Það að fá að fylgja leiðarljósi okkar ástkæra borgarstjóra og vini mínum Jóni Gnarr verði ég alltaf þakklátt fyrir. Hann hefur gefið mér og borgarbúum svo ótrúlega mikið. Hann hefur sýnt okkur að það má gera hlutina öðruvísi og það má gera þau í kærleika og að það þurfi ekki allir að vera eins í stjórnmálum. Og auðvitað að vinna með félögum mínum í besta flokknum, hinum borgarfulltrúunum, það hefur verið magnað og í þeim á ég dýrmæta fjölskyldu. Takk fyrir kæra borgarstjórn og ég vil óska nýrri borgarstjórn velfarnaðar, friðar og kærleika. Þið takið við keflinu með traustum höndum og þið megið ekki gera neitt annað en ykkar besta. Það var borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, þessi skýrsla út fyrir boxið í rauninni finnst mér á vissan á tímamótaverk og ég er óskaplega þakklát þessari skýrslu. Og mér langar til þess að ræða aðeins í sambandi við þessa skýrslu þá skírlífi sótt eða kynlífsbindindi sem að nú ríkir í Japan. En það er beint tengsl á milli þeirra skírlífi sóttar sem að ríkir í Japan og þeirra staðalmynda sem við höfum verið að skoða hér í Reykjavík. Þannig er að klámið að hvergi eru staðalímyndir kynjanna sterkara en í klámiðnaðinum. Eins og fram kemur í skýrslunni út fyrir boxið eru börn að meðaltali 11 ára gömul þegar þau byrja að horfa á klám. Íslenskir strákar eru með Evrópumet í klámnotkun. 76% þeirra horfa á klám einu sinni í viku eða oftar. Kynlífið sem er verið að sýna með klámi, þó að við kannski lítum ekki á það beint sem kynlíf, það felur í sér niðurlægingu, sársauka og er án virðingar fyrir einstaklingnum. Í Japan ríkir skírlífissótt eða kynlífsbindindi og það var fjallað í Víðsjá á RÚV í október síðastliðinn, þar sem Marteinn Sindri Jónsson tók saman töluverða umfjöllun sem hafði verið í Guardian á vegum blaðakonunnar Abigail Hayworth. Þar er talað þessa skírlífissótt og þar segir Abigail: það er greinilegt að hefðbundnar hugmyndir hlutverk kynjanna sem eiga sitt sterkasta vígi í japanskri vinnustaðarmenningu hafa heilmikið með það að gera að ungt fólk hætt að stunda kynlíf, nokkuð sem mun koma niður á japönsku atvinnulífi þegar framlíða stundir. Skírlífissóttin virðist í það minnst að vera ógn sem vofir yfir stöðugleika japansk borgarasamfélags í dag og vísa jafnvel fram á veginn til útrýmingar þess. Hvað er það annað en ákaflega vel heppnuð borgaraleg óhlýðni? Þessi óhlýðni tengir hún við þessar staðalmyndir
ekki bara í vinnustöðum, heldur líka í klámiðnaðinum. Og það svo ótrúlega mikilvægt að berjast gegn þessu staðalímyndum, því að þær taka ekki bara lífsgleðina frá börnum og unglingum, þau taka líka samfélagið frá okkur, eins og Abigail Hayworth vísaði til í þessari grein, þegar samfélagið fer í kynlífsbindindi vegna þeirra tilfinningar sem klámvæðingin hefur leitt af sér. Þannig að mér finnst þetta bara stórkostlegt verk sem að hér hefur verið unnið á vegum SFS og afskaplega stolt af því að forvarnastefnan sem að við samþykktum hér fyrr á árinu, hún tekur einmitt líka á þessum vanda því að það veitir ekki af. En ég ætla ekki að ræða þetta frekar hér, en ég vil sérstaklega þakka þeim 3 borgarfulltrúum sem að unnu að þessu verki og hafa hér talað í dag og eru að láta að störfum í borgarstjórn, þeim Oddnýju Sturludóttur borgarfulltrúa, Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur borgarfulltrúa og Evu Einarsdóttur borgarfulltrúa. Það sýnir sig hversu mikilvægt að hafa öflugar konur sem að hugsa út fyrir boxið í borgarstjórn og ég vona svo sannarlega að við missum ekki starfskrafta þeirra í samfélaginu þó að þær hætti störfum hér á þessum vettvangi, því að það þarf að hugsa út fyrir boxið þegar við erum að hugsa þessar staðalmyndir. Takk. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að hafa þetta langt. Ég vil fyrst og fremst þakka fyrir mjög skemmtilegt og gefandi samstarf í þeim starfshópi sem að vann þessa skýrslu út fyrir boxið. Sjálf hefði ég viljað taka meiri þátt heldur en ég gerði í vinnunni, en það var þannig að fundir sköruðust við aðra fundi og ég þurfti svolítið að skipta mér, en ég fylgdist þó með af hliðarlínunni og hér komið afurð úr vinnunni sem að mjög góð, mjög gott start. Mér langar samt til þess að segja og halda því til haga sem að við höfum alltaf gert í Vinstri grænum, að ég held að það sé ekki til bóta að skipta umræðu staðalmyndir og stöðu kynjanna upp í annars vegar stelpur og hins vegar stráka. Það þannig að staðalmyndir hafa slæm áhrif á stelpur og stráka, vissulega ólík en slæm. Við töpum öll, eins og segir í skýrslunni, við töpum öll á staðalmyndum. Þær hafa slæm áhrif á okkur öll. Og ég held að það skipti mjög miklu máli að við reynum að horfa bara á þetta heildstætt, horfa á kynjakerfið sem slíkt og taka það sem að kom fram í strákaskýrslunni og það sem að kemur fram í þessari skýrslu sem að vissulega fjallað bæði kynin á báðum vettvöngum, en þetta eru samt tvær aðskildar skýrslur og það við þurfum að taka þær og vinna svolítið heildstætt með niðurstöðuna úr þessu öllu saman. Þær tillögur sem að hér koma fram eru góðar og mjög mikilvægar. Mér finnst sérstaklega sláandi hafandi þó vitað og séð og lesið ýmislegt það hvernig stelpum líður, þá eru þessar myndir hérna í skýrslunni mjög sláandi. Þegar sjálfsmynd stelpna einhvern veginn hrapar frá því 7. bekk og upp í 10. bekk og hún fer bara hægt, eða ekkert einu sinni hægt, bara allt of hratt dvínandi, á meðan strákar standa í stað. Þetta eru aðrir þættir sem eru áhyggjuefni hjá strákum eins og ég hef áður sagt, en þetta eru myndir sem að við getum ekkert bara látið vera svona, við verðum að grípa til aðgerða. Þær aðgerðir sem að hér eru góðar, við þurfum að vera samt áfram, við þurfum að halda áfram þó að þessi skýrsla sé komin, þá hvetja okkur öll og brýni til þess að hugsa áfram út fyrir boxið og leita fleiri leiða til þess að stemma stigu við staðalmyndum, vegna þess að staðalmyndirnar og kynjakerfið leitar sér alltaf og finnur sér alltaf leiðir til þess að halda okkur innan boxins. Þannig að alveg sama hversu mörg verkefni við förum í, þetta stöðug vinna, þetta krefst stöðugra hugmyndavinnu og við þurfum að vera duglega að vinna með það. Að lokum vil ég þakka þeim borgarfulltrúum sem að nú eru að hverfa úr þessum sal, Karli Sigurðssyni, Páli Hjaltasyni, Evu Einarsdóttur, Einar Erni Benediktssyni, Oddnýju Sturludóttur, Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur og Hildi Sverrisdóttur. Þetta eru fleiri heldur en að ég hefði kært mig ég vil bara segja eins og Ég hef átt mjög gott samstarf við ykkur öll og á eftir að sakna ykkar. Þið hafið unnið frábært starf hvert á ykkar sviði og ég viss að þið eftir að halda áfram að hafa góð áhrif á samfélagið
hvar sem að það nú verður og ég vona að ég týni ekki alveg tengslunum við ykkur þó að það verður kannski ekki jafn skemmtilega samræður og hér í þessum sal að þá vil ég bara óska ykkur velfarnaðar og þakka fyrir gott samstarf. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ástkæra borgarstjórn. Já, ég kem hérna upp til þess að ræða þessa skýrslu og mér finnst tilefni til þess að vekja máls á því að í þessari hugtakanotkun allri og svona að þá kannski erum við stundum að gefa okkur einhverjar forsendur sem eru kannski ekki alltaf alveg réttar og það er svona, ég bara fagna þessari umræðu og mér finnst eiginlega mikilvægast af öllu að halda umræðunni vakandi og lifandi og bara í gangi, þar að segja að þessi orð séu sögð því að annars öðlast þau enga merkingu ef þau eru aldrei sögð og það sem er aldrei sagt er í rauninni ekki til þó að sé til. Það er bara til en það er bara ekki til orð yfir það og það er svo margt í okkar samfélagi sem er þannig farið fyrir og ég vil ég gef mér það í máli mínu að þetta fyrirbæri sem við köllum eða kallað er frjáls vilji sé stórlega ofmetið fyrirbæri og frjáls vilji sé hugsanlega ekki til og það eru nú ýmsar rannsóknir sem benda til þess og styðja það að við ofmetum eða okkur hætti til þess að ofmeta okkar persónu og vilja og margir vilja jafnvel halda því fram og af okkar hæfustu og merkilegustu vísindamönnum að við séum í rauninni að miklu meira leyti svona líffræðileg vélmenni heldur en við gerum okkur grein fyrir og til dæmis hafa verið gerðar mjög athyglisverðar rannsóknir á því að mælanlegur munur á því að heilanum á okkur dettur eitthvað í hug og þangað til að okkur dettur það í hug getur verið alltaf 6 sekúndur. Þannig að heilinn er búinn að taka einhverja ákvörðun sem hann sér ekki ástæðu til þess að láta okkur vita fyrir en töluvert síðar. En ákvörðunin hefur verið tekin og þetta er búið að prófa og rannsaka á margan hátt sem væri gaman að fara nánar út í hér en er kannski ekki alveg viðfangsefnið hér. Það sem við erum að ræða til dæmis núna eru staðalmyndir og fyrir þá sem kannski eru að hlusta eða jafnvel horfa á þetta þá er staðalmynd það sem margir kalla stereótypur en samt heyrir maður það orð mjög sjaldan í þessari umræðu það er svona en margir nota það orð, eða skilja, hafa meiri skilning á því orði heldur en staðalmynd. Staðalmynd fyrir marga hljómar kannski eins og eitthvað bókhaldshugtak, eitthvað sem maður setur í Excel, maður setur staðalmynd og niðurstöðu eða eitthvað svona. Þannig að mér finnst það mjög mikilvægt að benda á það og við erum með náttúrulega og það sem er svo mikið vandamál með hugtakanotkun og ég tel líka að tungumálið okkar sé á
ákveðnu, já, og það held ég að verði ljósara síðar. Tungumálið okkar ákveðnu niðurlæginga skeiði og orðfæð fer vaxandi og í svona umræðum, hugtaka umræðum, að þá verður það oft til vansa að það svo gríðarlega mikill munur á hugtakaskilningi, þannig að við erum oft ekkert einu svona að tala sama hlutin og það ýmsum hugtökum fleygt fram eða þau fullyrt á einhvern hátt sem oft persónubundin og eitt hugtak sem eða svona stereótýpa sem búið að vera mikið í umræðunni undanfarið múslimi. Það til dæmis stereótýpa og ég efast, ég held ég gæti treyst mig til þess að safna saman svona 10 manns sem eru með algjörlega mismunandi hugmyndir þetta sama hugtak, 10 mismunandi merkingar og síðan til dæmis eins og bara stjórnsýsla, ef við notum svona hugtak eins og stjórnsýsla eða opinber stjórnsýsla eins og heyrist oft að þá mismunandi skilningur á því en við viljum að hún sé góð, við viljum að hún sé sanngjörn, eðlileg, ekki óheiðarleg og helst svolítið skýr, þannig að við skiljum hana. Þannig sé þetta setja svona einfalda framsetningu á einhverju flóknu máli, þannig að við skiljum það. Það vantar alveg gríðarlega mikið upp á hugtakaskilning hjá krökkum í skólum og ég held að til dæmis, og það bara staðreynd, við eyðum miklu meiri tíma og fyrirhöfn í að kenna börnum dönsku heldur en við notum til þess að kenna þeim til dæmis heimspeki, sem að mundi samt held ég gera þeim miklu meira praktískt gagn heldur en nokkuð tíman danska. Þannig að ef að við berum virkilega hag þeirra fyrir brjósti, þá ættum við að efla hugtakalæsi, það að segja bara að börn skilji hvað hugtök þýða en falli ekki í það að bara pæli ekki í þeim af því að þau séu eitthvað sem að þau eigi aldrei eftir að skilja. Og varðandi það að við séum vélmenni, þá erum við það og þegar kemur að staðalmyndum þá erum við það svo oft og ég þekki það svo vel sjálfur sem faðir og uppalandi og nú hef ég alið upp bæði eða reynt að ala upp, gert mig best í því minnst bæði drengi og stúlkur og eitthvað tvennt af hverju hvoru og hugarfarið að manni ekkert, maður ekkert alltaf mann ekki einu sinni oft meðvitaður það hugarfar sem að maður með og það svo skrítið og það svo skemmtileg gáta sem að margir þekkja og gaman þegar fólk þekkir hann ekki hún þannig að það voru feðgar á ferðalega, keyra saman í bíl og lentu í bílslysi og faðirinn dó samstundis í bílslysinu en sonurinn var fluttur meðvitundalaust á gjörgæsludeild. Yfirlæknirinn sem tekur á móti honum á gjörgæsludeildinni brotnar saman og segir þetta sonur minn og hvernig getur staðið á því og svarið við gátunni af því að ég sé allir orðnir mjög spenntir hérna, svarið við gátunni hvernig getur staðið á því? Jú, yfirlæknirinn móðir hans, en heilinn okkar, hann setur mjög gjarnan yfirlækni sem karl, 52-53 ára, í slopp og með svona hlustunarpípu eða stetóskóp, eins og kannski margir hér inni þekkja það betur sem. En og
þetta flæðir svolítið í gegnum heilan okkar án þess að við séum kannski alltaf vör við það. Við erum að dæma, heilin okkar svo frábært verkfæri, hann dæmir, skilgreinir alveg á milljón, án þess að við séum alltaf meðvituð það. Og til dæmis, ef við myndum vera meðvituð það, til dæmis þegar við keyrum, þá gætum við ekki keyrt. Það yrði okkur ofekið. En það bara vegna þess að heilin segir, haf þú ekki áhyggjur af þessu, ég skal sjá þetta fyrir þig. Það gamalt trikk í borðtennis, til dæmis, þegar fólk að ná það sem kallað flæði í borðtennis, þá mjög gott að segja við fólk sem að spila, ef maður að spila á móti því það að segja, og það að spila betur en maður sjálfur, það mjög gott trikk að segja rosalega spilaru vel. Því að það truflar heilan, hann fer að hugsa það, hvernig hann sé að spila, og þá dettur hann mjög gjarnan úr flæði og tapar. En sko, varðandi staðalmyndir, og svo getum við tekið líka, þetta einstaklingsbundin, svo eru hugtök sem hafa verið rædd hér í dag, sem eru mjög kynbundin og koma fram í skýrslunni. Og það til dæmis hugtök eins og var rætt hér áðan, til dæmis eins og kynlíf, hvað það og klám, hvað það, og það mjög einstaklingsbundið og kynbundið hvað merkingu þessi hugtök hafa. Og síðan maður náttúrulega stendur maður frammi fyrir alls konar hlutum í sínu lífi, gagnvart börnum, sem að maður veit oft ekkert hvað maður á að finnast hvað með Barbie, hvað á maður að finnast það, og svona það gott eða slæmt, það saklaust eða alvarlegt, maður veit það ekki alltaf. Og þegar maður búinn í vinnunni eða búinn að ljúka barnaafmæli, og allir sem hafa haldið barnaafmæli vita hvers konar aðgerð það þá maður oft svo þreyttur og búinn á því að maður hefur ekki alveg tíma til þess að pæla í því. Og ég tók eftir því núna til dæmis. Mér finnst þetta til dæmis bara mjög athyglisvert, og ég held að ég hefði ekki fattað þetta ef að ég væri ekki búinn að vera í þeirri vinnu sem ég er búinn að vera í hér síðustu 4 árin. Já, sko, nú heimsmeistarakeppnin í fótbolta að byrja, eins og margir vita eflaust, og hún byrjar núna í júní, og ég og strák sem er 9 ára, og hann og vinir hans eru að safna fótboltamyndum, sem er víst trendið hjá krökkum í dag, að safna fótboltamyndum, og maður náttúrulega sýnir þessu áhuga og skilning og er tilbúinn að greiða fyrir nokkra pakka af svona fótboltamyndum, og ég hef meira að segja er að reyna að gera mér upp áhuga á, eða sína fótbolta áhuga, og kynna mér hverjir að spila og hvar þeir að spila og út á hvað þetta gengur, og halda með einhverjum og svona, og reyna að vera með. En þegar sonur minn og vinir hans, 2 aðrir, sátu og voru að dreifa úr myndunum á borðinu, þá allt í einu sagði heilin í mér við mig, það var ekki eitthvað sem ég tók ákvörðun, heldur hafði heilin minn, hann var lengur búinn að þessu, og hann spurði mig, Jón, af hverju engar stelpur, af hverju engar fótboltastelpur, af hverju engar fótboltakonur, af hverju þetta bara kallar. Þannig ég spurði að því eins og sakleysingi, en er þetta bara kallar? Ég hef ekki mikið vita á fótbolta og er þetta bara kallar, en hvað með konur? Er ekki þetta að kaupa fótboltakonur líka? Þetta er allt fótboltamenn. Og það var bara já. En hvað með fótboltakonur? Það hljóta að vera til líka? Nei, það er ekki til. Og þannig að ef það er ekki til, ég veit það ekki, þá finnst mér það eigi að vera til. Og mér myndi vilja búa svona
í samfélagi þar sem að einhvern veginn væri bara bæði og bæði væri bara eðlilegt, fótboltakonur og fótboltamenn og en einhvern veginn að það sé einhvern veginn skilyrðið og ég meina og kannski þetta til einhvers staðar en þá já ég veit ekki, ég ætla ekki að tjá mig eitthvað og svo kemur einhver og segir mér ekki jú, þú ekki farið í þessa búð, hinna búðin eitthvað en svona þetta líka sko þegar maður ætlar að koma þessum hugsunum sínum í orð og ef maður á ekki orð til þess sem skýrir nákvæmlega hugsunina þá veldur á svo mikilli frústrasjón þá fer maður bara í kommentakerfin á eða hringir í tiltekna útvarpsstöð til þess að fá smá útrás eða bara fær sér áfengi og losar aðeins spennu þannig og þess vegna svo mikilvægt að tala það sem skiptir máli og tala mikið það vegna þess að þannig verður það til. Ef enginn talar það og enginn á nein orði verða þá það ekki til. Og varðandi sko stjórnsýsla því að nú oft gagnrýnt og borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir gagnrýndi hér áðan afgreiðslu meirihlutans á tillögum minnihlutans og það lítur náttúrulega að þessari stjórnsýslu sem ég var að ræða hérna áðan að við viljum að þessi stjórnsýsla sé góð. Reykjavík fjölskipað stjórnvald. Það fjölskipað stjórnvald í Reykjavík og það að vísa málum í tiltekin ráð borgarinnar ekki að vísa þeim á bug heldur til efnislegrar meðferðar, réttlátrar og sanngjarnar og heilbrigðrar. Og það ekkert þannig allstaðar og talandi sko múslima að ég var að ræða þá áðan ég sá til dæmis nú búið að vera mikil umræða það hvort að múslimar eigi að fá að byggja sér mosku eða hvort þeir eigi ekki að fá að byggja sér mosku og hvar svoleiðis moska ætti að vera eða þó frekar hvar hún ætti ekki að vera og mörgum finnst frábært að fá mosku og öðrum finnst það ömurlegt og en hvernig sem að það afgreitt þá hlýtur það að þurfa að fá vandaða meðferð og allt annað. Við viljum að ferlið sé vandað og heilbrigt en ekki sjoppulegt og ég sá til dæmis forsætisráðherrann okkar í sjónvarpsviðtali ræða nákvæmlega þessa tilteknu mosku sem nú aldeilis búin að fá að við teljum veglega meðferð í okkar fjölskipaða og vandaða stjórnkerfi. Hann sagði í sjónvarpinu hann sagði að hann væri einn af þeim sem vildi fá mosku en hann vildi ekki að hún væri þarna eða efaðist að hún ætti að vera þarna sem hún ætti að vera og vegna hvers? Jú, hann keyrði þarna framhjá og þar með var hann búinn að mynda sér skoðun á því og þannig að það svo misjafnt hvaða skilning fólk hefur á hlutum og ég fagna þessari skýrslu, ég fagna þessari umræðu og vona hún eigi eftir að vaxa og dafna og heilarnir í okkur geri okkur að jafnréttis sinnum og mannvinum óháð því hvaða húðlit eða fólk hefur eða hvaða kynfæri það ber með sér en það eitthvað sem að heilinn hefur einhverjar ákveðnar skoðanir á og já þá held ég sé búin að fara yfir allt sem að ég vildi sagt hafa. Takk fyrir. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir næsta mælendaskrá.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég meina svona litla tillögu þarf kannski að laga þessi rör svo að hælatir fari ekki hjá einhverju konu einhvern tímann. Ég ætla að fá að nýta tækifærið eins og aðrir borgarfulltrúar hérna að þakka fyrir mig og þakka þessari borgarstjórn fyrir gott samstarf að flestu eða næstu í bara öllu leyti. Síðastliðin 12 ár hjá mér í borgarstjórn og varaborgarstjórn hafa verið mjög skrautleg og ég segi eins og Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi sem nú ekki hérna í augnablikinu, það eru margar tilfinningar sem að svona í minningunni erfiðar en miklu fleiri góðar og mér finnst rosa mikilvægt að þakka öllum flokkum fyrir sitt innlegg til að gera borgina betri. Og ég treysti nýrri borgarstjórn til að halda áfram á þeim vettvangi að fara áfram inn í þá hugsun eins og borgarfulltrúar fyrir tíma hafa gert að vera alltaf að vinna að betri borg. Og mér langar að skilja eftir bara þau skilaboða að mér finnst svo mikilvægt að allir borgarfulltrúar þakki hvorum öðrum fyrir samstarfið á opinberum vettvangi allt kjörtímabilið, ekki bara í lokin og rétt fyrir kosningar eða réttar að segja eftir kosningar vegna þess að það eiga alltaf allir einhverjar hugmyndir sem gera hugmyndirnar betri. Og við höfum verið aðeins að takast á aðalskipulagið hér og það á bara að mínum að þetta vera í lagi að það sé ekki alltaf hreinar línur í pólitíkinni þegar mál er á dagskrá. Það er kannski eitthvað barnalegt sjónarmið hjá mér en mér finnst skipta máli í sveitarstjórn þar sem að fólk er búið að eyða í þessu tilfelli áratug næstu því í vinnu að fólk fá að standa með sinni sannfæringu og lokum eins og pólitíkin var hugsuð upprunalega og lýðræðið. Svona öllum öðrum ólöstum þá var versta tímabil þessa tíma míns reimáli svokallara sem að ekki allir mun eftir hér en nokkrir. Og það var rosa tilfinningar í þessu herbergi hér og leiðilegt tímabil sem að við hér sem mörg erum að fara, förum með þá reynslu í burtu og vonandi endurtekur sig aldrei. Og ég er viss að einhver, allavega Helga Laxdal eða einhver svona starfsmaður mun minna borgarfulltrúa á ef að eitthvað stefnir svona illa í einhverja átt. Ég vona það. En það sem ég vil þakka sérstaklega eru allir þessi 100 starfsmanna sem ég hef hitt í gegnum þessi 12 ár og mér hefur þótt skemmtilegast af öllu og vona að nýju borgarfulltrúar geri það líka að heimsækja starfsstöðvarnar, að heimsækja og gefa sér meira en korter í að vera með leikskólakennurunum og fara á garðyrkjustöðvarnar og fara inn í listasöfnin og opna hurðar bakvið og heilsa upp á borgarbókasafnsstarfsfólk. Þetta er svona ómetanleg forréttindi borgarfulltrúa að gera. Og ég þakka þeim og svo ætla ég að fá að nefna hérna að það er rosa margir að kveðja. Jón Gnarr er að fara á borgarstjórn, Karl Sigurðsson, Páll Hjaltason, Eva Einarsdóttir, Einar Sigurmóli, borgarfulltrúi, Oddný Sturludóttir, Hildur Sverrisdóttir og þetta er allt frábærir talsmenn Reykjavíkurborgar og ég vil fá að þakka þeim sérstaklega og ekki síður óska ykkur hinum góðs gengis inn í næsta samstarf og enda á þeim nótum að kannski að minnka styttublætið sem við ræddum einu sinni og fara í eitthvað samstarfsblæti og í þann gír öll sumul. Og þakka bara sérstaklega Oddnýju Sturludóttur fyrir gott samstarf í mennta- og leikskólamálum öll þessi 8 ár og við tvær vitum ekki alveg en við gætum ruglað saman reitum næstu ár. Við sjáum til. Kærar þakkir. Þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir næsta mælendaskrá. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, í umræðum þessa skýrslu út fyrir boxið fór ég, ræða mín snýrist eiginlega meira að þakka þeim borgarfulltrúum sem nú eru að kveðja
En þá gleymdi ég einu manni og manni sem kannski gleymast ekkert sérstaklega oft og sérstaklega ekki, það fer ekkert mjög lítið fyrir honum í hópi, en ég gleymdi sem sagt að þakka Jóni Gnarr sérstaklega fyrir samstarfið. Jón er þannig að ég hef bæði hlegið með honum og grátið með honum, ég hef dáðst á honum og ég hef þolað hann mjög lítið. Jón hefur gert, svo að því að ég er í pontu, Jón hefur gert marga mjög góða hluti fyrir Reykjavík og það er mjög margt sem að við þurfum að halda áfram að vinna með af því sem að Jón hefur hafið hér. En svo líka ýmislegt sem við getum látið af. Ég hugsa til dæmis að umræður dönskukennslu í grunnskólum muni kannski ekki verða jafn fyrirferðarmikil hér í þessum sal í framhaldinu, en hver veit. En bara takk Jón og takk þið hinn. Það er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir síðust á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, samkvæmt hefð þá ætla ég að fá að loka umræðunni hér stefnumótunina út fyrir boxið og þá tillögu sem liggur hér fyrir fundinum. Ég tók að sjálfsögðu líka eftir því, eins og kannski borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, að ég gleymdi nú að þakka nokkrum og ég gleymdi auðvitað að þakka þeim sem standa mig næst. Mínum góðu vinum Degi B. Eggertssyni, borgarfulltrúa og Björku Vilhelmsdóttur. Þau eru ótrúlegt teymi og ótrúlega miklir og kæri félagar og ég hef stundum sagt að það jafnast ekkert á við það að vera í hópi sem hefur bæði lækni og félagsráðgjafa þegar þannig stendur á. En mér langar að fá að þakka fyrir þessa frábæru umræðu sem hefur orðið skýrsluna út fyrir boxið og þessari jákvæðu móttökur og ég veit að við erum nokkuð mörg sem berum þá von í brjósti að þessi vinna verði standi ykkur mjög nærri hjarta því að þetta eru sannarlega okkar hjartans mál að börn og unglingar í Reykjavík fái að vera frjáls og upplifi frelsi til þess að vera þau sjálf óháð hamlandi staðalmyndum. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá hefur ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum tveimur dagskrárliðum. Það kom það kom ósk málsmeðferðartillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að vísa þessari tillögu inn til skóla- og frístundaráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti? Tillagan er felld með 9 atkvæðum. Við berum þá fram tillöguna í þeirri mynd sem hún liggur fyrir. Tillaga Samfylkingarinnar og Besta flokksins út fyrir boxið. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana gefi merki. Hún er samþykkt samhljóma. Þá erum við búin að klára annan og þriðja dagskrárlið. Við förum í